Í þessu vídeói sýni ég hvernig matskvarði er byggður í Canvas. Þegar matskvarði er notaður þá sjá nemendur út frá hvaða forsendum verkefnið þeirra er metið. Hér má sjá einfaldan matskvarða. Það eru tilgreind ákveðin atriði sem á að meta og nemandinn getur fengið ákveðin fjölda punkta fyrir hvert atriði. Hér er annar matskvarði. Nemandinn getur fengið að hámarki 4 punkta fyrir hvert atriði. Það er skilgreint hvað verkefni þarf til að bera til að ná því hámarki og það er einnig skilgreint hvað stendur á bakvið 3 punkta, 2 punkta og svo framvegis. Ef þessi matskvarði væri tengdur við verkefni og það væri stillt að einhvern ætti að reiknast út með við matskvarðan, þá birtist þetta svona í speedgreitir. Hér kæmu skil nemandans fram í stóra klukkanum og ég ætla að draga hérna til skilrúmið til að sjá matskvarðan betur. Það er smellt á skoða matskvarða, þá opnast hér matskvarðin. Kennarinn smellir á þann punktafjölda sem nemandinn á að fá og leið og það er gert þá dettur punktafjöldin inn hér til hliðar. Það er mögulegt að útskýra nánar hvers vegna nemandinn til dæmis fékk ekki fullt hús stiga fyrir ákveðið atriði. Og það þarf að velja punktafjölda fyrir hvert atriði fyrir sig. Og síðan þarf að vista. Ef verkefnið var stillt þannig að einhvern reiknist með við það sem er valið í matskvarðanum, þá dettur einhvernin inn í einhvernarreitin fyrir ofan matskvarðan og hún fer að sjálfsögðu í einhvernabókina líka. Nemandinn sér svo hvað hann fekk fyrir hvert atriði fyrir sig, hvar styrkleikar hans og veikleika liggja. Leið og matskvarði hefur verið tengdur við verkefni þá sjá nemendur hann, svo framalega sem verkefnið er sýnilegt. Eins og með margt í Canvas þá er þetta að fara nokkra leiðir. Það er hægt að búa til matskvarða beint inn í umræðu, verkefni eða próf, eða það er hægt að fara hér í matskvarða í valmyndinni og byggja þar matskvarðan og tengja hann síðar við verkefni eða annað. Hér á þessu svæði birtir Canvas alla matskvarða sem eru notaðir í námskeiðinu, hvar sem þeir eru búnir til og mig langar að nefna eina ástæðu fyrir því að byggja frekar nýjan matskvarða hér á þessu svæði, heldur en til dæmis inn í verkefni. Hún er svo að matskvarði sem er byggður hér, hann er sjálfstæður og óháður verkefni, þannig að ef verkefninu er 1, þá eyðist ekki matskvarði sem er byggður hér. Ef hins vegar matskvarðin var byggður beint inn í verkefnið og síðan er verkefninu til dæmis óvart 1, þá eyðist matskvarðin líka. Það er reyndar leið að endurheimta verkefni sem er 1, en matskvarðin sem var í verkefninu, hann er ekki hægt að endurheimta. Þannig að ef maður er að búa til nýja matskvarða, þá er ágætt að gera það hér og tengja þá síðan við verkefnið þar sem á að nota það. Og hér ætla ég nú að setja upp nýjan matskvarða. Það er smellt á bæta við matskvarða. Það borgar sig að gefa matskvarðanum góðan titil þannig að maður þekkja hann á titlinum. Undir viðmiðun þarf að skilgreina þau atriði sem á að meta. Ég smelli á blýantinn og seti inn fyrsta atriðið. Það er að gefa nánari lýsingu á því hér fyrir neðan. Nemendur geta fengið að hámarki 5 punkta fyrir þetta atriði, svo ég læt þá tölu standa. Ef matskvarðin ætti að vera einfaldur listi af nokkrum atriðum ásamt punktafjölda fyrir hvert, þá myndi ég einfaldlega smetla á plús viðmiðun og bæta við næsta atriði, gefa því ákveðin punktafjölda og svo kolla kolli. En ef maður vill skilgreina nánar hvað verkefni þarf að hafa til að bera til að ná þessu hámarki, þá er smellt á blýantinn. Ég lími hér inn texta sem ég var með tilbúin. Til að skilgreina enn frekar hvað stendur á bakvið, 4 punkta, 3 punkta og svo framvegis, þá þarf að smetla á plúsmerkið og bæta við reitum í töfluna.
Ég ætla ekki að brjóta þetta meira niður, heldur notfæra mér það sem kallast svið hér til hliðar. Ég vil breyta örlítið stigunum, einungis þeir nemendur sem fá meira en 4 punkta fá þessa skilgreiningu fyrir atriðið. Canvas leiðrétti fyrir mig heitt sjálfkrafa og það vill til að það er eins og ég vil hafa það. Þegar gefin er einkunn með matskvarða sem er stilltur svona á svið, þá þarf kennarinn að skrá töluna sem nemandinn fær fyrir atriðið. Nemandi sem fengi til dæmis 4,8 fyrir þetta, hann fengi þessa skilgreiningu. Þegar smeltur á plus viðmiðun til að skilgreina næsta atriði, þá býður Canvas upp á að tvítaka eða afrita atriði sem að hefur búið til á undan og það getur vissulega flýtt fyrir. Ég held áfram og geri alveg eins og áður. Rannsóknarsaga á að fá 15 punkta og með því að merkja strax við svið þá er þetta að setja inn réttar tölur leið og reitir í kvarðanum eru fylltir út. Hér hef ég klárað að setja inn öll atriðin. Heildarfjöldi punkta er 100 og það kemur fram hér neðst. Ég smelli á uppfæra og hér er matskvarðin komin. En það er auðvitað ekki búið að tengja þennan matskvarða við neitt sem nemendur eiga að skila ennþá. Það er hægt að vinna matskvarðan í áföngum, passa bara að uppfæra inn á milli. Nemendur hafa ekki aðgang að matskvarðanum hér á þessum stað, en eftir að búið er að tengja matskvarðan við verkefni til dæmis, þá sjá nemendur matskvarðan í verkefninu, svo framalega sem búið er að birta verkefnið. En mér sýnist þetta vera komið. Í næsta vídeó sýni ég hvernig matskvarði er tengdur við verkefni.